Þannig kynnir guðdómurinn sig. Þó að við höfum predikararnir á undanförnum fáeinum árum gert þessu efni ágætt skil, þá kýs ég að gera það einu sinni enn og þá í ljósi þess hvernig þessa persónu guðdómsins sem getið í Biblíunni sjálfar kynna sig. Og við flettum fram og aftur og sjáum hvernig við getum kynnst þessum persónum sem eru svo undursamlegar og stórkostlegar og okkur bráðnauðsynlega til eilífs lífs. Þá vona ég að við komumst nær því að láta hrífast eins og ég læt gera hverju sinni sem ég fletti í Biblíunni og kynnist persónu guðdómsins. En Biblían boðar ítrekkað að guðdómurinn sé 3 persónur. Það Guð Faðirinn, Guð Sonurinn Jesús Kristur og Guð heilagur andi. Þetta ekkert vandamál að sjá þetta í Biblíunni. Allar 3 persónurnar stóðu að sköpun jarðar og mannkyns. Allar 3 persónurnar voru til staðar við skírn Jesú Krists og allar 3 hafa verið virkir þáttakendur í frelsunar áformi Guðs syndurum til bjargar. Allar þessar 3 persónur guðdómsins tala og vitna fram og aftur hinar persónur guðdómsins. Þegar við höfum þetta í huga og þá hlýtur þetta að verða niðurstöðunar okkar þegar við lesum í Biblíunni persónu guðdómsins, Föðurinn, Soninn og heilagan anda. En við skulum skoða þetta betur. Það segir í 2. Korinthubréfi í 3. kafla, náðin drottins Jesú Krists, þannig kemur einn persónan, kærleiki Guðs, þetta Faðirinn, og samfélag heilags anda sem með þeir öllu. Þannig það allar 3 komnar. Svo höldum við áfram. Einn líkaminn og einn andinn, eins og til líka voru kallaði til einnar vonar. Einn drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og Faðir allra. Þannig andinn kynntur og Faðirinn kynntur og svo drottinn, Jesús sem talar sjálfa sig sem drottinn bæði gamla og nýja testamentinu. Svo förum við í 1. Korinthubréf 12. kafla þar sem segir, mismunur á náðargáfum en andinn hinn sami og mismunur á embættum en drottinn hinn sami og mismunur á hæfileikum að framkvæma en Guð hinn sami sem kemur öllu til leiðar í öllum. Við sjáum þarna 3 persónurnar kynntar á mismunandi máta út alla Biblíuna og þetta eru bara nokkrir textar sem ég tek til athugana hér í dag. Við skulum fara í 1. Mósebók og 1. kafla í byrjunarvers Biblíunar. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Þetta fyrsta kynning Biblíunar á sköpunarverki Guðs varðandi okkur mennina og jörðina. Og svo í sama kafla, þessu 1. kafla Biblíuna, bara aftarlega frá 27. versi segir, Guð sagði, vér vilju gera mannin eftir voru mynd, líkan oss. Hérna talar í fleirtölu, við viljum gera mannin í okkar mynd, gætum við sagt. Þetta nákvæmlega það sem sagt þarna í þessu versi. Og svo segir, og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd. Nú það í eintölu. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Nú vil ég spyrja, hvernig dettur okkur mönnunum í hug, syndugum verum hér í mannheimi, að dirfast að afskrifa eina eða aðra persónu guðdómsins á einn hátt eða annan. Það svo oft sagt að heilagur andi bara gufa, orka. Biblían, bæði gamla og nýja testamentinu kynnir hans sem persónu. Og svo það Kristur, af því að hann sagði vera sonur Guðs, þá á hans í byrjun, einhvers staðar einhvern veginn.
En Biblían kynnir hann bæði í Gamla og Nýja testamentinu sem almáttuga veru, sem Guð almáttugan. Og hann sjálfur ítrekka kynnir sig, ég að tala Jésu Krist, kynnir sig sem Guð almáttugan. Og ítrekka segir henni sem við sjáum núna innan skams, ítrekkar kynnir hann sig sem það engin annar Guð en ég. Og þá spyrjum við hvernig ósköpunum getur þetta farið saman, að það séu 3 persónur en bara einn Guð. Og þegar við lesum og við bara leyfum okkur að treysta því að þegar hver og ein persóna kynnt sem, persóna, eða aðili Guðdómsins kynnt sem persóna, að þá treystum við því. Hvernig getur við dirfst að efast að sá sem sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, orð sem eru skráð í margar kirkjur, ýmist á altaristöflur eða á ræðustólana, ég vegurinn, sannleikur og lífið. Hvernig dirfumst við, kristið fólk, að afvatna mikilvægi sonarins, af því að hann kallaði sonur? Við erum eftir að komast betur að raunum það, af hverju hann kallaði sonur og af hverju Guð kallaður faðir. Við höldum áfram leit okkar og könnun. Það segir þarna í Jobsbók, í 18. kafla, frá 1. versi, þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu og sagði, hver sá sem myrkvar ráðsályktur Guðs með óskynsamlegum orðum? Ég legg áherslu á þetta vegna þess að við erum svo skammsýn, við leyfum okkur ekki að treysta því sem að Guð segir sjálfa sig, byrjum að afvatna, að skóla út mikilvægi og bara almætti persóna Guðdómsins. Nema þarna Guð að ávíta vini Jobs sem að leið mikla kvalir af því að Satan hafði slegið hann alvarlegu sjúkdómi. Og Job sagði alltaf, ég hef ekki gert neitt af mér, en hinni töldu, þú hlýtur að luma á einhverju synd sem Guð að refsa þér fyrir. Og fyrir þetta drottinn að segja við þá, hver sá sem myrkvar ráðsályktin Guðs með óskynsamlegum orðum. Það nefnilega mjög mikið óskynsamlegt boðað og kennt frá ræðustólum margra kristinna trúfélaga persónu Guðdómsins, sem ekki á nokkra stoð í orði Guðs. Við höldum áfram athugun okkar, þar segir, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Var þetta í sköpunina? Það mikið boðað að við eigum uppruna okkar í einhverju stóru kvelli út í himmingeimnum og þá byrjaði allt, þá var jörðin til og þróaðist maðurinn út frá því. Myndi ekki drottinn segja í þeim kringumstæðum við slíka boðendur eða predikara sem boða slíkt að þeir væru óskynsamir og hann myndi ávíta þá alvarlega. Nema hann segir þarna í lokin, hvar sem sagt voru þið, þá morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir Guðsynir fögnuðu. Þannig verið að víkja að ættatölu í Biblíunni sem endar á því að Jesús, eða ekki endar heldur, bara þar kemur Jesús fyrir í ættatölunni og Adam í byrjun þessarar ættatölu, hann einn af öllum í ættatölunum kallaði sonur Guðs. Þarna sjáum við einhverja syni Guðs sem voru til staðar þegar Guð skapaði þessa jörð. Eins konar fyrstu synir frá hverri veröld út í himmingeimnum. Undanfarið hef ég verið að horfa á og hlusta á vísindamenn, stjarnvísindamenn, lýsa því yfir hver af öðrum
hvað eftir annað að uppruni þessarar veraldar sem við búum í var ekki stóri hvellur. Big Bang, eins og það heitir á ensku. Heldur segja þeir, handan við stóra hvell er að sjá ótölulegan aragrúa af veröldum. Og þegar þeir segja veraldin, þá ráttu við eins og okkar með þessum biljóna fjölda af sólum og hnöttum í okkar eigin sólkerfi og veröld. Og þar telja þeir veraldir ekki í biljónum, heldur í triljónum. Og þeir eru alveg gapandi af undrun yfir því sem þeir sjá þarna handan við og lýsa því nú yfir hver af öðrum. Stóri hvellu var alls ekki byrjunin. Þetta alveg hárrétt. Guð alltaf að skapa. Og hér ég bara að geta þess þegar synir Guðs frá hinum ýmsu veröldum höfðu ástæðu til þess að koma og vera viðstaddir og horfa á þegar að skaparinn skapaði þessa veröld sem við búum í. En við skulum halda áfram með persónurnar, eins og ég boðaði í byrjun. Sjáu þið til dæmis Jesaja kapla 45, þar segir, já, svo segir Drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð. Sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég Drottinn og engin annar. Sjáu þið bara hvað eftir annað í Biblíunni lýsir skaparinn sem við teljum yfirleitt vera Jesú Kristur. Og það hann sem sagður hafa skapað nöttin í Biblíunni, okkur sagt, að hann segir það engin annar Guð og engin annar sem skapar, engin annar sem frelsar. Og ef við ætlum að segja að því að Guð sjálfur kynnir sig sem 3 mismunandi persónur, sem eina heild, sem einn Guð, hver eru við að segja skaparannu fyrir verkum eða Guði almáttugu fyrir verkum, hvað sé skynsamlegt og hvað ekki? Nema, við skulum sjá hvernig Guð kynnir sig nánar. Við sjáum í Jesaja 45, frá 21. versi, engin Guð til nema ég. Fyrir utan mig engin sannur Guð og hjálpari til. Snúið yður til mín og látið frelsast þér gjörvöll endurmerk jarðarinnar, því að ég Guð og engin annar. Getur það verið skýrara? Það bara einn Guð. En hann kýs að kynna sig sem 3 persónur, aftur og aftur bæði gamla og nýja testamentinu. Það ekki hægt að komast hjá því fyrir nokkur einasta mann sem heiðarlegur í því að skilja það sem hann les af blöðu reikningarinnar, annað en að Guð kynnir sig, hann kýs að kynna sig sem 3 persónur, en segir alltaf að það bara einn Guð, það einn Drottinn, það einn frelsari. Þá ber okkur að skilja Guðdóminn þegar hann kynnir sig á þennan sem einn Guðdóm, einn Guð, allt í lagi, Guð sjálfur kýs að kynna sig svona. Alveg svo þegar við tölum hjón, það eru 2 persónur, sem saminast sem ein heild, ein persóna, varðandi það að búa saman, vinna saman og koma fram sem eitt. En þegar kemur að Guðdóminum, þá neyðist við kristið fólk allt og oft til þess að afskrifa Guð sem skaparan eða sem frelsaran eða sem heilagan anda. Það bara einhver Guð. Og þá vil ég spyrja, hvað eigum við þá að gera með alla þær 1000 guða sem menn tilbiðja og dýrka á meðal þjóðana? Indland með 100 og jafnvel 1000 mismunandi guða sem að fólki þar tilbiður dag og nótt alla daga. Íslandingar byrjuðu hér á Íslandi með ýmsa guði sem voru guðir víkingana, hafði ekkert með Biblíuna að gera
ekki í byrjun. Þeir tóku Guðs trú, biblíutrú þegar á leið, en það gekk á ýmsu. En við höldum áfram og sjáum núna í Jesaja 46, minnist þess og látið yður segjast, leggið það á hjarta, þér trú rofar. Akkur kallar það þá trú rofa? Þeir sem að hætta trúa og treysta orðu Guðs. Minnist þess fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Er hægt að gera þetta afþráttalegra en þetta? Guð sjálfur segir, ég er bara einn Guð, en kynni sig alltaf og ítrekkað út alla biblíuna sem 3 persónur. Við höldum áfram. Förum í 8. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þar segir Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því þér getið ekki hlustað á orð mitt. Hér eigi djöfulinn að föður og vilja gera það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Hvað er það sem að Satan hefur gert? Rulla fólk í rýminu og sáð út alls konar hugmyndum guðdóminn og úrverða alls konar guðir sem oft berjast innbyrðist eftir mismunandi trúarbrögðum. Og svo segir hann, þegar hann, það er að segja Satan, lýgur, fer hann að eðli sínu, því að hann er lygari og lygina faðir, en að því að ég segi sannleikann, trúi þér mig ekki. Og það eru margir á meðal kristinna manna og kvenna á meðal okkar, ég þekki suma þeirra með nafni, sem að afskrifa Jesú Krist sem eilífan Guð frá upphafi, að hann hafi verið eilífur. Hann er boðaður í biblíunni sem eilífur Guð sem á engan endi, við sjáum það á eftir. Og svo segir drottinn, en að því að ég segi yfir sannleikann, sko Kristus sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og að því að ég segi yfir sannleikann, þá trúið þér mér ekki. Hefur drottinn sjálfur að segja við ýmsa þá sem telja sig kristna eða til kristina trúar, en afvatna guðdóminn og einn hátt eða annan, þannig að við skiljum ekki hjálpræðis áform Guðs til lítar. Við komumst betur að raunu þetta. Í Nehemía í 9. kafla og 7. versi segir, þú, drottinn, þú einn ert drottinn. Þú hefur skapað himnana himna og allan þeirra her. Þannig verður að tala veraldirnar. Og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyja þér. Hér er verið að segja, það er líf annars staðar, í öðrum veröldum. Þetta er eina veröldum sem hefur fallið í synd. Og þá var til áform á himni, löngu áður en þessi heimur var skapaður. Guð sá inn í framtíðina hvað myndi geta gerst. Og þá hannaði guðdómurinn áform til að bjarga syndurum. Ef það yrði þannig niðurstaðan að þessi heimur jafnvel nýskapaði myndi falla í synd. Í Jesaja kafla 43 segir, ég er drottinn og engin frelsari til nema ég. Það var ég sem boðaði og hjálpaði og kunngjörði, en engin annar yðar á meðal, og þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég er Guð. Já, enn í dag er ég hinn sami, enginn getur frelsað að minni hendi. Hver er að tala hér? Frelsari. Og hann segist vera Guð, og eini Guð, eini sá sem kemur til greina sér Guð. Svona kýs guðdómurinn að kynna sig. Hver eru við að segja að þetta gengur ekki upp svona? Við getum ekki útskilt guðdóminn til lítar, og okkur tjáð annars staðar í innblásnum orðum að við munum alla eilíð, í eilíðinni eftir að Kristur hefur komið og sótt fólkið sitt og boðið það velkomið inn í dýr himinsins. Við munum alla eilíð vera að rannsaka og kanna guðdóminn. Við munum aldrei geta skilið hann til hlítar. Okkur ber að þess að treysta og meðtaka og leyfa okkur að dásta guðdóminum. Svo undansamlegur
sem hann Í annarri Mósebók í 3. kafla segir, þá sagði Guð við Móse, ég sá sem ég Þetta var þegar Guð var að kalla Móse til að snúa aftur heim til Egyptalands og leiða Ísrael út úr þrældómi. Og Móse þráaðist við. Og Móse spurði hver ertu og svo framvegis og Kristus sagði, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum, ég Þetta nafnvinir í Biblíunni. Þetta ekki eitthvað setning eða sagnorð, heldur þetta titill á eilíðar tilvist Guðs almáttugs. Ég sendi mig til yðar, Guð sagði enn fremur við Móse, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum, Drottinn Guð feðra yðar, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakob sendi mig til yðar. Þetta nafn mitt aldur og þetta heiti mitt frá kyni til kyns. Ég Kristur hér á ferðina að tala við Móse. Það að segja fyrst við Móse og síðan mörgum öldum seinna í eigin persónu við leiðtoga gyðinga þegar hann gekk hér á jörðu. Og þeir vildi ekki meðtaka hann því að hann sagðist vera Guð almáttugur með þessari kynningu, ég Þá spyrja þeir, þú meiri en faðir vor Abraham, hver þykist þú vera? Og hann segir, Abraham faðir það vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðinga við hann, þú ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham. Jesus sagði við þá, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist, ég. Þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesú. Þeir ætlaði að taka hann af lífið þarna á stundinni fyrir guðlast, að segjast að vera Guð. Hann sagðist vera Guð. Hann kynnti sig sem Guð. Hann var ekkert að ljúga þeim. En sá legari sem að kemur öllu þessi inn hjá meðal annars kristnu fólki, og það gerir sér ekki alltaf grein fyrir því, að Kristur sé ekki eins mikill Guð og faðirinn sé Guð. Og afskrifa oft heilan anda bara sem ykkur á Guðu, en ekki sjáalegur eða áþrifalegur eða raunveruleg vera í Guðdóminum. Og við höldum áfram. Í Pétursbréfinu fyrra, þá segir í 1. kafla, þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulu hlutum, silfri eða gulli frá fánýtri hegðun yðar. Og hér verið að tala áform Guðs til að frelsa syndara. Og það gerist ekki með gulli og silfri eða fánýtri hegðun, þér höfðuð að erfum tekið frá feðrum yðar. Og við erfum syndina og þess glötuð nema fyrir tilkomi Jesú Krist, og við meðtökum hann sem almáttuga Guð komin í eigin persónu til að frelsa okkur verða mætti, og við megum ekki dirfast einu sinni að afvatna eða útþynna þann boðskap á nokkurn hátt. Svo segir hann að heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lams. Hér verið að tala Jesú Krist sem með dýrmætu blóði Krist, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvalluð, en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Einhvern tíman langt aftur í eilífðinni, löngu áður en þessi veröld var sköpuð. En það var búið að hanna, og var verið að hanna þessa jörð og okkur, áforma. Og áður en að því kæmi að þessi jörð yrði sköpuð og mannkynið þar með, að þá gert áform að ein persóna Guðdómsins verður að gefa sig í það að vera frelsari syndaranna þegar að því kæmi, og að það þyrfti á þessari persóna að halda hér í heimi. Þá myndi hann klæðast holdi eins og maður
og við sjáum það enn betur. Í Rómarbréfinu í 9. kafla segir: þeim tilheyra og feðurnir, og af þeim er Kristur kominn sem maður, hann sem er yfir öllu Guð, blessaður aldir, amen. Hér er Páll postuli innblásin af heilugum anda að segja að Kristur hafi komið sem maður, en er samt sem áður Guð. Sjáum við það ekki hérna, alveg skýrt. Og í Filippibréfinu 2. kapitula er löng lesning sem byrjar á því að tala með hvaða hugafari Kristur kom inn í þennan heim. Þar segir: verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Sem feng, það þýðir, þetta er ekki eitthvað sem hann stal eða tók. Hann var Guð og er Guð, en tók að sér ákveðið hlutverk að vera maður og meðal manna, til þess að hann gæti sýnt fram á fullkomleika syndlaus manns. Og það varð að vera einhver jafnhár lögmáli Guðs. Höfundur lögmálsins, Kristur sjálfur, varð að koma. Og þá spyrjum við, hvernig var þetta möguleiki? Við kunnum ekki að útskýra það, en við höldum áfram. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hérna kemur það. Hann tók að sér að vera maður og með manna, þó að hann væri Guð almáttugur. Hann kom fram sem maður, einu sinni enn, stendur hérna. Lagði sjálfa sig og var hlýðinn allt til dauða, já, drottins á krossi. Hugsið ykkur, hann tók allt þetta að sér og hann hefði getað fallið í synd, því að Satan teldi öllu sínu veldi, öllu sínum aragrúa fallina engla gegn Kristi þegar hann gekk hér á jörðu. Og eins og við sjáum árið yfirlíku hér í dag, þessari hugleiðingu, það lá við að Kristur gugnaði, en hann gerði ekki. En við komumst að raunum það, hvernig þetta hélt áfram. Höldum áfram með sömu tilvitnun í 2. kafla Filippibréfsins: fyrir því hefur og Guð, henni faðirinn, hátt upp hafið hann, það er sonurinn, og gefið honum nafnið sem hverju nafn er æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Aftur og aftur verða lýsa yfir almætti Jesú Krists, almætti hans sem Guð, almáttugur, já. En hann gerðist maður, hann tók á sig að koma fram sem maður á meðal manna og niðurlægja sig, og hann varð að gera það með því að segja sig frá öllum tignum á himni, öllum embættum, allri aðdáun og dýrkun himneskara ófallin að vera. Og svo voru það íbúar annara veralda sem við höfum verið að lesa að Guð hefur skapað. Þeir féll ekki í synd þar, en þeir fylgdust með hvað var að gerast í þessum heimi. Og heimurinn fylgdust með öndina í halsinum, svo að segja. Hvernig mun þessu lykta? Mun Satan hafa yfirhöndina gegn Jesú Kristi? Því að þegar Jesús gerði maður, þá gerða sig eins næman fyrir árásum og möguleika fyrir því að falla eins og aðra mannverur. En hann féll ekki, sem betur fer. Og við lesum í Hebreabréfinu þar sem að Faðirinn segir ýmislegt í þessum 1. kapitula Hebreabréfsins. Þar segir: Guð talaði fyrrum, oft sinnis, og með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til voru talað í syni sínum, sem að setti erfingja allra hluta. Við skiljum þetta betur þegar við hugsum
að þegar arfleifð er að ræða, einhver erfir einhvern annan, það er vegna þess að einhver hefur dáið. Og þá er það erfingjar sem fá arfinn. Og þannig kynnir himinin, guðdómurinn, áform sitt fyrir okkur mönnunum að þessi vera úr guðdóminum sem er kallaður sonur, þó hann eigi enga byrjun sem sonur, ekki sem sonur með föður á undan sem gat hann af sér, alls ekki. Því að Guð er ekki með þessu áformi að bera saman þessu áformi sínu við það sem við upplifum að foreldrar eignast afkvæmi og afkvæmi eignast önnur afkvæmi og þannig koll af kolli. En bara þetta líkingamál með arfin, það er notað af guðdóminu til að sýna fram á að Jesús fær arf eftir að hafa komið hér til jarðar, sem felur í sér að hann er reistu til æðstu tignar og aðdánar og tilbeiðslu í alheiminum vegna þess að hann sigraði í baráttunni hér okkur til handa. Við skulum halda áfram. Í sama kafla, fyrsta kafla Hebreafisins segir: því við hvern af englunum hefur hann okkur sinni sagt, og hér er faðirinn að tala: þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Þannig byrjunin á hugmyndinni að einn í guðdóminu taki að sér að vera sonur og einn annar í guðdóminum tekur að sér að vera faðir. Ekki láta ykkur þetta í hug að þetta sé sambarilegt við að geta mann og með manna eins og við þekkjum í dag. Þetta er áform Guðs og það er útskýrt á sama hátt og þegar við eigum eða tökum í arf, nema það sem manni tekur í arf hér er tignin og dýrkunin og fyrri staða hans á himnu. Við lesum þarna: já, við hvernig hefur hann nokkurnu sinni sagt: þú ert sonur minn. Það var bara yfirlýsing sem gerði hann að sinni. Í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyggðina og segir: og allir englar Guðs munu tilbiðja hann. Og svo lesum við aðeins lengra áfram: en soninn, segir hann, hásæti þitt, ó Guð, takkið eftir, aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þíns. Jesús verður endurreistur til og þegar byrjaður, þannig að hann komin í hásæti sitt hið efra. Við lesum það í Biblíunni líka. En það eitt eftir. Jesús á eftir að koma til jarðar og sækja þá á meðal af því fólki sem hefur meðtekið hann sem frelsara sinn og meðtekið náð Guðs þeim til handa. Og það ekki fyrir en þá að þá hægt að eyða synd og syndrum að eilífu. Og það efni sem kemur alltaf til umræðu og íhugunar þegar 20. kaflinn í Opinberunarbókinni skoðaður varðandi atburði alveg eftir að Kristur kemur til jarðar í borginni helgu með fólkinni sínu. En það skoðum við á öðrum vettvangi. Svo að hann segir þetta, faðirinn, soninn: hásæti þitt, ó Guð, aldir alda. Við höldum áfram frá 10. versinu. Þar það faðirinn sem heldur áfram og hann segir: og þú, drottinn, svo hann ávarpar soninn sem drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina. Þarna kemur hann sem skapari og himnarnir verk handa þinna. Þannig faðirinn segir þetta að Jesús hafi skapað. Þeir munu farast, það að segja syndararnir, en þú varir. Allir munu þeir fyrna sem fat
og þú munt þá saman vefja eins og möttul þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. Sjáu þetta? Svo Jesus á enga byrjun. Hann á heldur engan endi og þess vegna hann Guð. Svo segir, en við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöri óvinni þína af fótskör þinni. Engin, það bara Jesus einn. Og svo minnust við þess að segja þarna í Mattheus 28. kafla, lærisveinarnir 11 fóru til Galileu, til fjallsins sem Jesus hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa, og Jesus gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Þannig talar hann eins og Guð almáttugur, sem við eigum að tilbiðja og skýra aðra til, fylgis við þessa persónu Guðdómsins. Við skulum skoða frá 14. kaflanum í Jóhannesi, þar sem að Jesus segir, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Svo segir hann, ég mun biðja Föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Nú erum hann að tala enn eina persónu Guðdómsins, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki og þekkir. Þér þekkir hann, því hann hjá yður og verður í yður. Það svo ofta fólk segir, við getum ekki séð heilan anda, hann bara orkað og gufa. En það nú ekki þannig. Svo lesum við í 16. kaflanum, það frá 12. versi, að Jesus segir, en hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. Hann að tala við lærisveinana. En þegar hann kemur, andi sannleikans, hann var alltaf til staðar, en hann hefur sérstakt hlutverk að taka að sér eftir að Jesus fer til himins. Og hann undirbúa einmitt það. Hann segir að ég hef enn margt að segja yfir, þið geta ekki borið það núna. En þegar hann kemur, andi sannleikas, mun hann leiða yfir í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun hann mæla það sem hann heyrir og kunngera yfir það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan, því að mínu mun hann taka og kunngera yfir. Og hann að sýna hérna hvað þetta innileg samstarf á meðal persóna Guðdómsins. Það enginn að miklast yfir öðrum. Þetta fullkomin eining. Og það gerir Guði kleift að segja að það bara einn Guð. Og við getum ekki hugsað sér svo, úr því skiljið ekki, þá hafna þessu bara. Því þá erum við að hafna Guði og hjálpræðinu. Í 16. kaflanum segir, ég er búin að lesa það, hann mun kunngera yður, það heilagur andi sem tekur að sér að fræða okkur. Við teljum við alltaf að Jesus sé undirstaðan að sáluhjálp okkar. Hann það. En þegar ég eftir að komast að raunum það að ef ekki tökum mark á heilagum anda, þá fremjum við syndina sem ekki verður fyrirgefin. Við komumst að raunum það. Hann segir þarna áfram, þetta í Efesus í 4. kaflanum og 30. versi, hryggið ekki Guðs heilagan anda, sem þér hefðu innsiglað með til endalausna dagsins. Það að hryggja. Þetta maður, þetta persóna sem að hægt að stöða með, og gera hann sorgmættan vegna viðbragða okkar við sáluhjálpa hans, sem hann leið okkur til sáluhjálpar í gegnum úthelt blóð Jesú Krists. Og við tökum eftir því að heilagur andi
Hann sá sem innsiglar sáluhjálp okkar. Og ef við ekki leifum honum það, þá úthaldsblóð frelsarans til einskis hvað þig snertir. Svo það í Rómverjabréfinu í 8. kafla, þannig hjálpar og andinn, heilagur andi, oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Sjáu ekki persónuleika þarna, persónuna. Hún biður, hann talar, hann sér, hann leiðir, hann stjórnar og það að tryggja hann. En hann sem hjörtun rannsaka, það heilagur andi, veit hver hyggja andas Hann biður fyrir heilagum eftir vilja Guðs. Hann tekur bænirnar okkar, hversu fábrotnar og einfaldar þær kunna vera. Hann orða þær frammi fyrir hásandi Guðs. Heilagur andi gerir þetta. Svo í Póstólasögunni náðar heilagan andi, hann kynntur sem Guð. Að maður nokkur Ananías, þetta í 5. kafla Póstólasögunar, að maður nokkur Ananías að nafni seldi ásamt Safíru konu sinni eign og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar, en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur póstólana. En Pétur mælti: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt, svo að þú laugst að heilugum anda og dróst undan af verði lands þíns. Var landið ekki þitt með að þú átti það, og var ekki andvirðið þess að þínu valdi? Hvernig gastu þá láta þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði, segir hann. Heilagur andi kallaði Guð og réttilega það. Og svo segir ég áframhaldi að þegar Ananías heyrði þetta fjalla niður og gafi böndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungumennirnir stóðu upp, bjuggu hann, báru hann út og jörðuðu. Svo vil ég geta þess að því að heilagur andi sagður vera bara orka eða gufa eða eitthvað svona áþreifilegt, og að því að hann sést ekki þá hann ekki raunverulegur í hugum margra. Sjáum hvað við lesum í 7. kafla hjá Jesaja. Árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli. Vei mér, og það Jesaja sem bregst við, vei mér, það út mig, því að ég maður sem hefur óhreinar varir og bý með fólk sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Einn serafanna, það eru englar, flög þá til mín, hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng, og hann snart munn minn með kolinu og sagði: sjá, þetta hefur snortið varið þínar, miskjör þín burt tekin og friðþægt fyrir synd þína. Svo að Jesaja lifði það af að sjá Guð almáttugan. Af hverju sagði Jesús: enginn hefur séð Guð nema sonurinn einn? Við sjáum það hérna. Í 1. kafla hjá Jóhannesi segir: í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði. Þetta eitt af mörgum tignir heitu Jésu Krist, með stóru staf, orð. Því þegar hann talaði, þá varð. Þegar hann talaði þessa veröld tilvist okkar, að það var fyrir orð Jésu Krist. Jæja. Og orðið var Guð. Sá sem skapaði var Guð. Sonurinn þetta. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir fyrir hann, á þess var ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Svo segir Jesús þessi orð í 18. versinu. Enginn hefur nokkurn tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, hann hérna sonur kallaði Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. En af hverju megum við ekki sjá föðurinn? Það vegna þess
að við deyjum. Leið og við sjáum föðurinn munum við deyja. Án þess að eitthvað annað komi til af hendi Guðs okkur til hreinsunar á syndum okkar. Það úttalt blóð Jesú Krist sem við meðtökum og þegar að hann kallar á okkur til upprisu á efsta degi og býður okkur velkomin inn í heiminin, þá gerist eitthvað. Því að borgin Helga kemur þá niður frá himni. Þið lesum þetta í 20. kaflanum í Åpenbarunarbókinni. Við erum þá inni í borginni. Svo það að ranglátir rísa upp og undir forystu Satans ætlar að taka borgina. Þá gerist eitthvað að Guð virðist, ég að tala Guð föðurinn, virðist opinbera sig. Því að allt í einu deyja allir ranglátir, Satan líka og allir hans föllnu englar. Og loksins getur Guð hafist handa að endurskapa og framkvæma fyrirætlanir sínar varðandi mannkynið. Þegar að búið að fullnægja dómi þeim sem var búið að kveða upp á himni áður en þetta gerist. Svo að það var að miskunnsemi við okkur syndarana að Faðirinn hefur aldrei opinberað sig. Og eflaust eins með heilagan anda, því að hann líka Guð. Og þannig að Guðdómur sýni það aftur og aftur tillitssemi og væntum þykju og elskulegheit og náð og miskunn okkur syndurum til bjargar. Að bara einn af Guðdóminum, það Kristur, sem íklæddist mannlegu holdi, tók að sér að vera sem maður og með manna. Við getum lifað í nærvist hans af því að himinin, af því að Guðdómurinn hefur sjálfur gert þær ráðstafna sem með þarf. Eða til dæmis engillinn gerði við Jesaja að taka kol frá altarinu, snerta varir hans, og þannig gat hann verið í návist Guðs og tekið eftir fyrirmælum hans. Svo komum við hérna að 12. kaflan í hjá Mattheusi, að hérna hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju sem mælir gegn mannsynunum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komanda. Sjáu þið hvað þetta alvarlegt hlutverk sem heilagur andi hefur. Og Satan hatar ekki aðeins Jesú Krist, heldur alveg sérstaklega heilagan anda. Því að þó að Kristur hafi látið eða leyft að vondi menn tóku hann af lífi og útheltu blóði hans, að jafnvel þó að menn formæli Jesú Kristi og hafni honum tíma, allt það þetta fyrirgefa sagt hér. En ef við dyrfust að mæla gegn heilugum anda, hvernig það gert? Með því að láta ekki að leiðbeiningu hans, að lúta ekki hans vilja í lífi okkar, að ansa því ekki þegar hann sannfærir okkur við synd og dóm og réttlæti Guðs sem Guð vill gefa okkur. Þá engin önnur leið til þess að bjarga okkur. Svo að syndi gegn heilugum anda synd gegn persónu, heilagur andi. Og að lokum hérna 2-3 textar. Það segir í 51. sálminum, þar sem að Davíð iðrast sárlega synda sinna. Þar segir hann og hann hrópar til Guðs: byrg augleit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mig hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Þetta algjört úrslita atriði varðandi sáluhjálp okkar, að kannast við heilagan anda fyrir það sem hann og það hlutverk sem hann á í sáluhjálp Guðdómsins okkur syndurum til handa. Og svo í öðru Pétursbréfi á 1. kaflanum
Viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm reikningarinnar af sjálfu sér, því að aldrei var nokkur spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilagum anda. Það er heilagur andi sem leiðir okkur til Biblíunnar að lesa og sannfærast. Hlutverk heilags anda er gífurlega mikilvægt hvað okkar sáluhjálp snertir. Og svo segir þarna í 51. kaflanum áfram: byrg augleit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mína. Já, þetta er endurtekning. Skapa í mig hreint hjarta, ó Guð. Og hver er það sem gerir þetta? Það kemur í ljós þarna. Það er heilagur andi sem má ekki taka frá okkur. Því þá erum við glataða manneskjur. Það er þetta sem ég ætlaði að koma með. Það er í öðrum kafla Pétursbréfinu, það er í 1. kafla. Viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm reikningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúður af heilagum anda. Hvers vegna í ósköpunum dirfast menn, jafnvel kristið fólk, sem telur sig játa trú á Jesú Krist og Guð almáttugan, að afvatna og útvatna mikilvægi heilags anda. Og Jesaja 45 einu sinni enn: engin Guð er til nema ég, segir Drottinn. Fyrir utan mig er engin sannur Guð og hjálpari til. Snúið yður til mín og látið frelsast hér gjörvöll endamörk jarðarinnar, því að ég er Guð og engin annar. Þegar Guð kýs að tala sig sem einn Guð, þó hann kynnir sig oft sem mismunandi persónur með mismunandi hlutverk, þá er það samt sem áður sannleikur, heilagur sannleikur. Það er bara einn Guð. Eining Guðdómsins er algjör. Og það sem er ein persóna Guðdómsins hugsan og ætlar okkur til góðs er alveg eins hjá hinum. Og svo er það hérna í Matthæusi 26, síðasta textan í dag, að Jesús er þarna í grasgarðinu og hann er á bæn til Guðs. Hann veit að stundin er bil að koma þegar hann verður tekinn af lífi. Hann sá þetta allt fyrir. Og hann segir, sál mín, hann segir við lærisveinana, sál mín er hrygg, allt er dauða. Svo það er að hryggja hann alveg svo heilagan anda. Bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kaleikur frá mér, fram hjá mér. Þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vil. Og faðirinn, hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar. Svo hann svaraði föður Jesú ekki neitt, sagði hvorki já né nei. Hann bara gerði það sem að Kristur bað ef engin önnur leiði til að bjarga þessu vesalingum syndurum sem við erum. Þá skal verða eins og þú vilt, Faðir. Jesús fór alla leið vegna þín. Heilagur andi leggur sig í líma að öllu leyti fyrir þína sáluhjálp. Og Faðirinn mun opinbera sig innan skams og þá munu allir ranglátir deyja að eilífu. Við getum treyst því að þegar Guð segist vera einn, hann er einn. Og við skulum kynna hann ýmist sem einn eða hina mismunandi persónur eins og þeir hafa leiðbeint okkur að gera. Megi Guð vera okkar Guð.